sveitarstjórnarfulltrúar, starfsmenn og þeir sem að fylgjast með streymi fundarins. Ég býð ykkur velkomin á þennan 7. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í Skjólbrekku á síðasta degi ágústmánaðar. Ég vil fyrst spyrja, eru athugasemdir við fundarboð? Helgi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk, það ekki beinlínis athugasemd, heldur vangavelta í tengslu við umræðuna frá því í vor, eða snemma sumars, þar sem að vera að ræða tímasetningar og staðsetningar á fundum. Þar sem var svona í umræðuna að reyna að dreifa þessum sveitarfélagið og koma þannig til móts við íbúa sem hugsanlega vildu sækja fundina eða mismunandi staðsetningar fulltrúana. Nú er þetta 4. fundurinn í röð sem er bókaður hér í Skjólbrekku sem kemur sér ákaflega vel fyrir okkur sem að hér búum varðandi akstur og tíma, en til að mynda þá fyrir það sem að koma lengst af Þrjóskadal er þetta klukkutíma akstur hvora leið. Ég velti fyrir mig hvort að það sé, eða hafi verið rætt í eitthvað óbyggt hvort að standi til að halda alla fundi hér sem eru vissulega hér fyrir aulum okkur, en það eru líka önnur góð félagsleg vilji og staðsetningar í sveitarfélaginu, hvort að þetta sé það sem við megum búast við eða hvort að vilji sé til þess að dreifa fundunum eitthvað. Takk fyrir það. Já, það er fyllilega vilji til þess að dreifa fundunum. Ástæðan fyrir við höfum verið hér hér er útsendingar græjur sveitarfélagsins, en það hefur staðið til og stendur til að finna einfaldari lausn þannig við getum farið á einfaldan hátt á milli staða. Vonandi sem fyrst. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fundarboð? Svo er ekki og ég segi þá fundinn setta og við göngum til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá er ráðning sveitarstjóra og þá reikna ég með að Jón Hrói víki að fundi. Það er svona fullsetinn samt. Já, einhver getur tekið í hér. Það er bókarinni. Getur einhver tekið í Já, Eygló tekur í fundarbókuna með hann. Já, lögður fram drög að ráðningarsamningi við Jón Hróa Finnsson sem miðast við að hann taki við starfi sveitarstjóra samkvæmt nýjum samþykktum þann 1. september næstkomandi. Og áður ég gef orðið laust þá ætla ég fara aðeins yfir ástæður þess meðal annars að það var auglýst eftir sviðsstjóra stjórnsýslusviðs þann 30. júlí samkvæmt gildandi samþykkt stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags, Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar. Þar sem þá lá fyrir vilji meirihluta sveitarstjórnar breytingu á gildandi samþykktum var verksvið sviðsstjóra það sama og auglýst hafði verið eftir sveitarstjóra. Breytingar á gildandi samþykktum voru samþykktar af meirihluta sveitarstjórnar á 3. fundi sveitarstjórnar þann 22. júní 2022. Þann júlí var óskað eftir staðfestingu innviðaráðuneytis á breytingunum og barst sú staðfesting þann 26. ágúst síðastliðinn sem leiðir til þess að ráðning í framhaldi af umræddri upplýsingu verður í samræmi við samþykktirnar með áorðnum breytingum sem öðlast gildi við birtingu í stjórnartíðindum á næstu dögum en hafa sem sagt nú þegar verið voru birtar 29. ágúst þannig að þær hafa nú þegar tekið gildi. Varðandi ráðningarferli þá það 10 aðilar sem sóttu stöðuna, 3 drógu umsókn sína tilbaka. Geirlaug Jóhannsdóttir ráðgjafi hjá Hagvangi stýrði ráðningarferlinu og kunni við henni bestu þakkir fyrir. Í fyrstu voru haldnir fjarfundir með þeim 5 umsækjendum sem skoruðu hæst með tilliti til menntunar, reynslu og þekkingar. Ásamt Geirlaugu sátu fulltrúar sveitarstjórnar, þau Eygló Sófusdóttir og Helgi Héðinsson, þau viðtöl. Umsækjendahópurinn var síðan þrengdur niður í 3 umsækjendur sem að allir komu í formleg viðtöl að sveitarstjórnarfulltrúum viðstöddum. Lagt lögð eru fram drög, eins og ég sagði í upphafi, að ráðningarsamningi við Jón Hróa sem miðast við að hann taki við starfi sveitarstjóra samkvæmt nýjum samþykktum í september og ég gef orðið laust.
Knútur, svo vel. Ég ætla kannski bara aðeins að vísa ánægju minni með viðbröðin við auglýsingunni. Þrátt fyrir það við höfum hafist vegna biðarinnar eftir viðbröðum ráðuneytis við samþykktarbreytingunni. Það hefur verið best að geta auglýst sveitarstjórastarfið strax en gott að geta kallað hlutina það sem þeir eru í ráðningarferlinu. Það var bara mjög ánægjulegt að fá þessi góðu viðbrögð við auglýsingunni. Búinn. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Helgi, gjörðu svo vel. Ég ætla bara að fá að fara yfir með leyfi oddvita bókun K-listans vegna þessa máls í heild sinni. Þetta verið talsverð umræða í gegnum þetta ferli og svo í okkar hópi núna eftir helgina þegar í ljós kom hvaða farveg þetta var að fara og þá voru vonbrigði með hvaða hætti þessar upplýsingar bárust til okkar eftir fund á föstudaginn sem var slitið á niðurstöðu. Það rauninni kemur þetta bara til okkar eins og hvað bara sem við hengi í fundaboðinu. Mér eru ekki gefist tími til að skoða innihald ráðningarsamningsins því að hann kom bara inn í gærkvöldi að öðru leyti en að skauta yfir hann. En ég ætla að fá að lesa bara bókun hópsins í heild sem er með svo senda fundarritara og skattur eru færið í fundargerð. K-listi bókar vonbrigði við ráðningarferli starfs sem nú verður titillað sveitarstjóri. Mat fulltrúa listans er allt frá því starf sviðsstjóra var auglýst án umræðu, samráðs eða samþykktar sveitarstjórnar hefur ljóst hver ætti að hljóta starfið og því að tíma umsækjenda og þeirra sem tóku þátt í ráðningarferlinu verið sóað. Það vekur athygli að enginn á E-lista tók þátt í ráðningarferlinu öllu. Það er sannfæring K-lista að hæfasti umsækjandinn hafi því miður ekki orðið fyrir valinu og því geta fulltrúar listans ekki greitt ráðningunni atkvæðið sitt. Að því sögðu þó óskar K-listin Jóni Hróa Finnssyni til hamingju með starfið og vonast eftir góðu samstarfi hans við starfsfólk sveitarfélagsins, sveitarstjórn og aðra. Ég sendi þetta á því regla. Já. Takk fyrir það, Helgi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjörðu svo vel. Þetta alveg réttmætar ábendingar að reyna menn að hafa eitthvað samráð eins og hægt en svo endar þetta með því að það þarf að taka af skarið og finna skófluna. Úr þessum hópi umsækjenda sem voru vissulega margir góðir og eflaust þetta deilum hvort það hafi verið réttur þessi eða hinn. Það var ánægjulegt samt að hafa þó þetta alveg geta skoðað og borið saman og þessi þrenging sem var niður í fyrst niður í 5 og niður í 3 var ekkert endilega auðvelt mál. En svo situr maður upp með að það þurfa að velja það sem þá eiginleika í umsækjenda sem maður treystir best til að takast á við þá hluti sem eru mestir okkur. Og það treysti Jóni Hróa bara ágætlega vel. En samanskapnum er ánægjulegt að fá að rýna hann samverðið við hinna umsækjendum. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri? Aðeins bara getur það sem að Knútur segir að það var bara við Helgi sátum alltaf hérna fyrstu viðtölun og við svona áttum ræður svona nokkuð fljótt og við gátum svona nokkuð stillt þessu upp þarna og við vorum nokkuð samstíðarna alveg í byrjun, taldi ég. En eins og segi, svo Knútur segi, það þurfti hérna að taka ákvörðun og gott að byrja allir saman og við töldum daginn hvað eru þið. Eru þið góðu kostur fyrir okkur, sko? Takk fyrir það. Helgi. Og bæta við bara örstuð, þetta er í sjálfu sér ánægjulegt að þetta sé bara klárast og það sé svona komast á hreint hvernig þessi mál endur sem það verður okkar bíða margvísleg verkefni og það er mikilvægt að komast á festa þessu. Ég hafði áhyggjur af því og við vitum í sjálfu sér ekkert hvaða þýðingu eða hvaða afleiðingar það hafði að auglýsa eitt starf en ráða svörun í framkvæmdastjórastarf. Það var ánægjulegt að við höfðum úr mjög öflugu fólki að móða, en maður veit eins og ekkert hvaða fólk sótti ekki vegna þess að þetta kom hvergi fram nema þá í einhverju spjalli og svo ráðningarskrifstofuna og bara á Facebook síðu E-listans á sínum tíma. Þannig að þetta var ánægjulegt og við vonum bara að þetta gangi allt saman vel, en
segi bara færum þessar athugasemdir við ferli bara til bókar og höldum áfram. Takk fyrir það. Úlla, gjör svo vel. Já, ég er forvitin hvort hann stefnir að flytja í sveitarfélagið. Já, hann mun gera það. Fyrsta tækifæri. Fleiri. Og svo ekki og við göngum þá til atkvæða ráðningarsamning, þessi drög sem liggja fyrir. Og þeir sem geta samþykkt þessi drög af ráðningarsamningi vinsamlega gefið merki. Og það eru 5 atkvæði E-listans og fulltrúar K-lista sitja hjá. Með afsakið, það ætla ekki bera þetta upp rétt. Eru þeir sem að geta ekki samþykkt drög að ráðningarsamningi vinsamlegast gefið merki. Og það eru 4 sem að greiða á móti. Og mætti gjarnan bara vekja athygli á því aftur að gögn þurfa að berast okkur tímanlega til að sé tími til þess að taka afstöðu til þeirra. Efnislega til að mynda þeir eru með svona skjöl. Takk fyrir það. Nú hef ég ekki skrifað bókun áður og þið sjáu hérna töflunni. Hvernig vil ég að þetta sé orðað? Ég ætla þetta bara... Já, það er sem sagt Eygló tekur fundarritun. Eygló tekur fundarritun Já, takk fyrir. og borin upp. Borin upp. Ráðningarsamningur við Og já, svona ráðningar. Það er ekki bara atkvæðagreiðsla. Fulltrúar E-listan greiddu atkvæði með samningnum. svo sem ekki að segja atkvæðagreiðsla og það er búið að segja borin upp. Það er bara... Og svo bara fulltrúar K-listar greiddu atkvæði. Það segja allir fulltrúar listar greiddu atkvæði með samningnum. Yes. Og það er ykkur þarna allir. Og síðan kemur bara bókunin sem Helgi sendir þar, hún voru bara sett hérna inn í sem bókun K-lista. Já. Og til máls tóku Knútur, Helgi, Eygló. Greiddu atkvæði. Já. Já. Og Úlla. Og Úlla. Já. Til máls tóku Helgi, Úlla og Eygló. Svo kemur bókun K-lista á eftir. Laga þarna atkvæðagreiðslu. Og bara taka það út. Já. Svona. Og það komið. Og hann setur bókunni inn á eftir. Já. Meira sem ég þarf að gera. Og þá má kalla Jón Róa inn. Ítt á vista. Ok. Já. Vistu á næsta eða vistu á? Vistu næsta. Það vilja fara út í næsta. Já, ekki. Og anda alltaf. Er það ekki? Vistu við viljum fara í næsta. Velkomin. Takk fyrir. Fyrir óska til hamingju með nýtt starf. Takk fyrir. Þá höldum við fundi áfram. Já, gjörðu svo vel. Það er kannski bara í lóknum. Nei, gjörðu svo vel. Takk til máls. Já, ég langar bara að þakka tröstið sem ég hef sýnt.
þessari ráðinu. Hlakka til að takast á við áskoranirnar sem við stöndum frammi fyrir og verkefnum. Og hlakka til samstarfsins sem tekur all þessu stærsta og fallegasta sveitarfélagi landsins. Takk fyrir það. En þá vindum við okkur í annan dagskrálið sem að snýst endurnýjun viðhaldsvinnu við sundlaugina á Laugum. Við undirbúning að endurnýjun yfirborðsefnis í Vaðlaug og heitum potti á sundlaugasvæðinu við íþróttamiðstöðina á Laugum hefur komið í ljós að vatn lekur undir Vaðlaugina vegna ágalla á frágangi frá rennslisrennu. Áætlað er að viðhaldsframkvæmdirnar myndu rúmast innan þeirra fjárheimilda sem að veittar hefur verið. Það er 1 milljón króna, en nú er áætlað að gera þurfi ráðstafanir til að stöðva lekann og muni það kosta alltaf 1,2 milljónum krónum til viðbótar. Heildarkostnaður við verkið er því áætlaður 2,2 milljónir og óskað er eftir heimild sveitarstjórnar fyrir auknum útgjöldum og lagt til að þeim verði mætt með lántöku. Síðan bárust ný gögn eða beiðni í gær að það kom í ljós að ryksugu róbot sundlaugarinnar sem er víst orðinn gamall og slitinn og hefur margoft verið reynt að tjasla í hann til að halda hann gangandi, að hann gaf víst endanlega upp öndina núna á dögunum. Þannig að við þessa beiðni bætist þá beiðni samþykki sveitarstjórnar fyrir kaupum á nýjum róbot sem kostar á bilinu 800 til 1,5 milljón. Og þá hver er þá orðinn heildarkostnaðurinn? 3 til 3,6 segir maður rétt. Og það er sem sagt óskað eftir heimild sveitarstjórnar fyrir þessum auknu útgjöldum og lagt til útgjöldunum verði mætt með lántöku. Orðið er laust. Já, gerð svo vel. Bara til að fylgja þessu hraði og því nú þekki ég ekki alveg reglurnar en mér er málið aðeins skilt þannig að það sem að ég á maður þátt eða þátt í minnisblaði og þekki ekki hvort ég verð óhæfur til að fjalla málið að þeim sökum. Til öryggis. Þá held ég að það væri þá vikir að fundi. Það er ekki tekið bara til umfjöllunar? Það greiði atkvæði. Ég tek í þessu tilfelli að þú sett ekki það verður þessum forsendum en ef mann vilja geta fyllstu varúðar þá er það rétt en þetta finnst mér vera orðið helvítið langsótt. Þetta er rétt að þú verður náttúrulega stór starffæfur ef við ætlum að draga þessa línu. Þetta er rétt að Helga, það er sveitarstjórn. Það greiði atkvæði það ef það er leikur vafi. Þannig að við skulum greiða atkvæði varðandi það hvort að varðandi hæfi Knúts. Það er þannig að fyrirtæki hans faglaust, aðili frá faglaustna fenginn til þess að taka út ástandsmeta þessar viðhalds framkvæmdir í raun og þörfina og þeir sem að meta Knút hæfan til þess að taka þátt í umræðu atkvæðagreiðslu í þessu máli gefur merki. Fyrir einu? Já. Er það bara að taka út verkið eða er það að fara að sjá Þeir eru bara fengnir á minnisblað. Það sem sagt verkið var hafið og þá kom í ljós skemmdir og þá var faglaust fenginn eða aðili frá þeim til þess að meta hvað þyrfti að gera eða rétt að þess að bara meta ástandið á þessum skemmdum og hvaðan þær kæmu og þess aftar. Bæta við að þeirra hlutverkir í raun lokið. Já, og það er minnisblað frá þeim fyrir liggjandi. Þannig að þeir sem að telja Knút hæfan til þess að fjalla þetta mál og greiða atkvæði gefið merki. Og það eru allir samþykkir því, þannig að Knútur tekur þátt í þessu máli. Ég gef orðið laust. Knútur, gjörðu svo vel. Það snýr svo sem að því að þarna er verk í gangi. Það er kannski hæpið að róbótinn er kannski einhver hugsun en það er viðhaldsframkvæmdum það sem að
sá sem að leggja þetta út kynni að koma aftur til þess að gera við það sem bilaði að einhver leiti á sinn kostnað ef maður rétt Já. en hægt að taka þetta sem að snýra þessum rennum og þessu bráðaviðhaldi. Róbotinn svona kannski eitthvað sem að tilheyrir rekstri. Við mína parta þá þetta eitthvað sem lausindi gera. Já, eins og kom fram að þá var sem sagt skipt yfirborðsefni á lauginni fyrir 2 árum, fyrirgefið. Og það sem sagt talið vera það var bara mistókst. Þannig að sami verktaki að koma að endurnýja þá viðgerð og sveitarfélaginu skilst mér að kostnaðarlausu eða litlu. En Jón Hrói gerði svo vel. Já, ég var bara ekki að skrifa niður hérna, ég ætlaði að fylgja aðeins úr hlaði. Beiðnin fjárheimild varðar þessa framkvæmd sérstaklega, það að segja fáum leyfi til þess að halda áfram með þá framkvæmd sem hafin við vaðlaugina og klára hana þrátt fyrir að kostnaður sem sýnilega fara fram úr áætlunum. Varðandi hina þættina þá vildi ég aðalega vekja máls á þessu, að vekja athygli á því að fjárþörfin, það önnur fjárþörf fyrir hendi, þá eftir að leita, þá eftir að skoða betur verðin í róbótana og svoleiðis, og það má segja að rista endurnýjunin, sko, hún er svona leiðisortið af þessari dúkalækningu á sundlauginni, en og svona hluti af viðhaldsframkvæmdum þarna, en róbótinn, ég tek undir það er annað og við myndum leggja fram beiðni fjárheimild til þeirra innkaupa þegar við vitum meira verð og gæði og þess vegna. En tillagan snýr aðalega að þessari framkvæmd varðandi vaðlaugina og það eins og Gerður segir, það í raun og tvíþætt annars verða að verða laga það sem að lagaði fyrra eða laga á síðasta ári og hefur ekki enst nægilega vel. Og svo hins vegar verða endurnýja vaðlaugar yfirborðsefni sem að þurfti bara endurnýjan við og það okkar kostnað. En endurnýjan í pottinum að kostnað verkefni sjálfs. En það verið að bíða núna eftir að það búið að smíða þak yfir vaðlugina til þess að gefa henni færi á að þorna upp. Og það þannig geti haldið áfram þess vegna þess að rakinn það ómikill. En líklega brýnt að ganga frá þessum köllum leik. Þannig að við göngum til atkvæðagreiðslu þessa fyrirgefið Helgi Gjörsson. Má spyrja aðeins, sko, auðvitað held ég að þetta sé nauðsynlegt og bekkju það að reksturinn og viðhaldið á þessum mannvirkjum oft nokkur og leiðinlega ófyrirséður oft og svona afskrifta hraðina að viðhaldurinn á þessum sundlaga mannvirkjum íþyngjandi og við vorum með nokkuð ítarlega greiningu handórsatna í þeim hópi sundlagamál almennt á Íslandi þar sem maður sá svona hvað forsendur fyrir rekstri þessara mannvirkja oft strembnar. En mér langaði að spyrja svona í tengslu við þetta sem að ég held að sé nauðsynlegt að gera þetta til þess að halda þessari einingu í lagi, hvort að það hefur verið einhver umræða, hvort að við tökum hana bara í tengslu við fjárhagsáætlun í haustum önnur sundlaugamannvirki í sveitarfélaginu. Nú eru þau nokkur og sum þeirra hafa verið að brotna niður, önnur verið í uppbyggingarfasa og þetta er svona eitt af því sem verið fróðlegt að heyra eins hvort að þið hafi tekið umræðu eða afstöðum til að mynda uppbyggingu sundlaugarinnar í Reykjavík. Takk fyrir það. Við höfum ekki tekið afstöðu en ég geti sagt að það mikill áhugi en það þýðir náttúrulega að það ekki farið að skoða möguleikana og kostnaðinn en það áhugi fyrir því að skoða það. Það spyr ekki þér. Mér langar bara að spyrja framhaldið af því, munið þá nýta ykkur skýrsluna sem var unnin af sundlauganefndinni í Reykjavík? Hversu gömul hún? Dóri satt í þeirri nefnd, það hún 2 ára. Hún verður klárlega höfð til hliðsjónar. Það vísu kallar á þessari skýrslu að mínum mati, en hún nothæf sem hliðargagn. Akkúrat. Fleiri sem vilja taka til máls? Árni Björnsson. Já, ég velti bara aðeins fyrir mér, sko, að við höldum okkur við dagskrárliðinn. Sko, nú hausinn ekki orðinn í samræmi við minnisblaðum fjárþörfinnar. Þannig að ég velti fyrir mér, sko, hvað við erum að
Já. að við erum í raun og veru að samþykkja að leggja fram? Ég, varðandi róbótann, þá kom það nú bara inn í gær þegar að ljóst var að hann væri ónýtur og það er búið að fá lánsróbót annars staðar frá. En ég held að við ættum að hafa þetta bara sem aðskilið og ég myndi vilja leggja til að við greiddum atkvæði líka núna varðandi róbótinn til þess að þurfa ekki að vera með lánsróbót og þetta er tæki sem er notað 2 ferðir í viku. Annars þarf náttúrulega starfsfólk til að þrífa laugina ef það er ekki róbót á staðnum. Sjáu þið eitthvað því til fyrirstöðu að sem sagt, já, svo vel. En kannski í sjálfu sér að því að í raun og veru beiðnin snýr að framkvæmdinni við karið þá spurningum að greiða bara bera á undirsveitarstjórn eins og undir að gera hvort að sveitarstjórn treysti sig til með hvenær gögnin komum fram að taka afstöðu í hinum tveimur þáttunum. En eins og ég segi, ég vildi bara aðalega vekja athygli á þó að þetta verði samþykkt, það var ekki allt búið. Já, Árni Pétur. Já, sko, ég held að gera sér allir grein fyrir því að þetta er náttúrulega bara tæki sem það þarf að vera til staðar og til, þannig að sundlaugin sé rekstrarhæf og allt í góðu með það. Ég er bara að velta fyrir mér af upplýsingum séu réttar í því sem við setjum frá okkur, þannig að það sé komið skýrt fram hvað það er sem við erum að samþykkja og það sé samræmi við fylgigögnin. Já, nákvæmlega. Get málað upp hverja. Þannig að við erum að tala að ganga til atkvæða varðandi þetta viðbótarviðhald sem mun kosta alltaf 1,2 milljónum. Og ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls, þá skulum við ganga til atkvæða. Þau sem Halldór. Þú voru að tala heildarkostnað upp á 2,2. Já, það er sem sagt, það var fjárveiting fyrir 1,1. Já. Og vegna þessara atriða sem kom í ljós eftir á, Þetta er viðbót bara. þá er viðbót upp á 1,2 sem er áætlað. Og þeir sem samþykkt þessar viðbótar fjárveitingu vegna viðhalds á sundlaugin og laugum sem verður með lántöku, það er gefið merki. Og það eru allir sem eru samþykkir því. Hvað er ráðleggur að við gerum að róbótinn? Það eru 2 vikur í næsta fund. Getum við tengt þessi mál saman þannig að við gefum heimild til kaupa á róbót á þessu verðbili sem er þarna tekið fram í gögnunum, það eru 800 til 1,5 milljón. Ég er ekki bara að fá samþykki ykkar fyrir því að taka það. Það gerir ekki athugasemd við það, eða gerir ekki athugasemd við það, af því þetta er nýtt mál á dagskrá. Já. Þá við tökum það undir sama mál. Þannig að ég óska eftir samþykki ykkar fyrir því að taka það sem sérlið undir þessu máli. Er allir samþykkir því? Það er allir samþykkir því og þá legg ég fram tillögu það að sveitarstjórn samþykki kaup á nýjum róbóta á þessu verðbili sem að tilgreint í fylgigögnum sem eru 800.000 til 1,5 milljón. Og því verði mætt með lántöku. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og það eru allir samþykkir því. Ég með reyna vangavelti bara í sambandi við bókunin sem að Jón Prófið þekkir. Þú starf ekki að bóka viðauka við fjárhagsáætlunina í leiðinni? Jú, þess að þið getur falið okkur að útbúa viðaukann en þar sem þið eru búin að benda á fjármögnunarleiðina þá er það í raun og veru þá bara eftir að ganga frá skjölum fyrir það. Þá teljum við annan lið afgreiddan og förum við fyrir Knútur. Bara dagsins á Alfreð samanþekkt. Og tveimur blaðsíðum var mjög greinargott og gott að fá. Það er ekkert ómikið af orðum en bara allt það sem hann segir. Ertu að segja sem sagt að Alfreð í Rósdagsins? Rósdagsins fyrir Alfreð fyrir þetta eldsnaggarlega
minnisblað til að gera kjörnum fulltrúum auðveldara að sinna starfi sínu. Já, ég tek undir það og trúlega við öll. Það er þriðji liður á dagskrá sem er fundargerð skipulagsnefndar og ég ætla að biðja Knút Emil að gera grein fyrir henni. Varðandi, þekki ekki alveg, síðast þá fór ég yfir þetta allt saman svona nokkurn veginn og einhverjar orð hér ég hefði farið full ítalega yfir þetta. Það væri nægð að taka þetta í stærri mál og hlaupa létt yfir lóðastofnanir og nafngiftir. Það er að fara í þaula í hvert mál fyrir sig. Þessi langa þetta. Það er bara. Skipulagsnefnd, hún var haldin 23. júní. Fyrsta mál voru rannsóknar úr Þeistaríki. Það mál snýr að framkvæmdaleyfi fyrir borun á rannsóknarhólum sem er liður í kortlagning og vinnslugetu svæðisins. Þetta er innan samþykktra svæða og teygjandir í notkun nema einn. Gagnrýnin sem niðurstaða fundarins var að orðalagið er skipulagsnefnd samþykkir ekki fyrirhugaða lagnaleið og leggur til að hann verði lagður áður raskað svæði. Þetta snýr að 11 kV streng sem stendur að leggja að einum bortegnum. Lagnir verða lagðar ofan á en okkur þótti vert að nefna hvort það verði ekki hægt að setja þetta í vegslóða sem liggur þarna rétt hjá. Það verður leyti leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfið. Knútur, ein athugasemd eða ábending réttara sagt að það er ekki rétt dagsetning þarna í upphafi fundar. Það er ágúst en ekki júní. Já, hann er 20. Fundurinn var í 23. ágúst. Var það komið til? Svo er þarna sótt byggingarleyfi umboðsstaðar land og þarna er sækjum lóð eða breytta landnotkun og lóð undir hús. Þetta er afgreitt með grenndarkynningar en henni er hægt að beita ef að framkvæmdir í samræmi við aðalskipulag og í samræmi við landnotkun byggðarmynstur og þéttleika byggðar. Og þá með grenndarkynningunni þá reynir hagsmunaaðilar tækifæri á að koma frá athugasemdum. Ekkert ósvipað eins og deiliskipulagstillögur eða öllu umfangsminna. Skipulagsnefnd felur allavega skipulagsfulltrúa að grenndarkynna fyrirhugaða landnotkun og byggingaráform eins og lög mæla fyrir Næsta mál er Nýpá, umsókn byggingarheimild fyrir gróðurhúsi og þetta er skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna áformin og Nýpá fyrir nágrönnum og öðrum hagsmunaaðilum. Talsverð umræða skapaðist það hvort að þeir sem keyrðu fram hjá leið sinni í lengra átíkin væru hagsmunaaðilar. Sem þetta stendur við veginn, þá er meira til gamans. Svo er þarna umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar á Syðrafjalli í Aðaldal. Þarna átti eftir að leita umsagnar Minjastofnunar og Náttúruverndarnefndar Þingeyinga eins og er gert í þessum tilfellum og er því byggingarfulltrúa falið að gera það. Svo koma þarna nafnabreytingar á þessum lóðum Sílalæk. Óskar að breyta Sílalækur land verði Lækjarhús og Sílalækur lóð verði Lækjarsel og Sílalækur lóð verði Lækjarbakki. Sílalækur lóð 4 verði Lækjarós. Við gerum ekki athugasemdir og leggur til við sveitarstjórn að þær verði samþykktar og jafnframt að byggingarfulltrúa verði falið að annast málsmeðferð. Stöng og Heiðmörk, lóðastofnanir. Þarna eru verið að afmarka lóðir í kringum íbúðarhús sem eru til staðar og nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja þessa lóðastofnanir og byggingarfulltrúa verði falið að annast málsmeðferð. Arnstapabyggð er umsókn byggingarleyfi þar sem að
byggingaraðili hyggst eða ber fram óskir að fara út fyrir byggingarrétt lítillega til að snúa húsi til samsvegar við mænistefnu annar húsa á svæðinu. Þetta frávik í stærð, formi og staðsetningu og skipulagsnefnd telur að þetta séu það óveruleg frávik að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýn, skuggavarp eða innsýn og felur skipulagsfulltrúa að grenndarkynna áformin fyrir nágrannum og hagsmunaaðilum. Svo farið yfir fundardagatalið. Það því stillt þannig upp að skipulagsnefnd fundar á miðvikudaga sem fyrst og fundar ekki. Svo tekið fyrir umsókn byggingarleyfi í Bjarnarflagi og það sem fyrirhugað að reisa skemmu. Þarna skapaðist talsverð umræða það hvort kemur undan hænan eða ekki, deiliskipulagi eða lóðastofnunin. En þá með vísan í sömu heimildir gagnvart grenndarkynningu að með lóðastofnun þessum fer ekki það sem sagt landnotkun og hvernig var þetta orðað hérna framkvæmdin í samræmi við landnotkun og byggðamynstur og þéttleika og þá var talið rétt að samþykkja þessa að fela skipulagsfulltrúa að grenndarkynna þessi áform en þarna hins vegar búið að teikna upp fleiri lóðir og þá í framhaldinu ef að fleiri sjá sér hagið að nýta þetta svæði þá náttúrulega rétt að þrýsta á það þetta deiliskipulagt. Síðan fer skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi fóru lítillega mál á sínu borði. Ég hef nú ekki skrifað neitt merkilegt um það. Erindisbréf skipulagsnefndar tekið fyrir með afbrigðum og þar settum við fram athugasemdir sem að skipulagsfulltrúi kemur síðan til sveitarstjórnar sem snúa að athugasemdirnar snéru að tilvísunum í lög og hvort það mætti nýta rafræna undirritanir og hvort að heimildir tilvísanir í fulla afgreiðslu heimildir eigi að vera þarna eða eingöngu í samþykkt sveitarfélagsins. Síðan tekin fyrir efnistaka í Garði þar sem að verið að skilgreina stækkun og eldri námi. Þetta uppreinsun í skipulagsmálum og sveitarfélagið ríður þarna á vaðinu og með allt sitt á hreinu, allavega þarna. Síðan tekin fyrir, sem sagt, þetta hefur farið fyrir gegnum auglýsingaferli. Það bárust engar almennar athugasemdir og skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa óskar til viðbrögðum umsagnaraðila þeirra sem eftir að skoða hug. Leggur til í sveitarstjórn að skipulagsnefnd taki tillöguna fyrir að nýju ef það koma einhverja fleiri athugasemdir. Það var smá misbrestur í útsendingu á tölvupóstum sem voru sem bara unnið í að hreinsa upp. Síðan tekið fyrir umsókn skógrækt að Hvarfi og þarna búið að veita allar umsagnir. Þetta samræmist ágætlega gildandi aðalskipulagsmarkmiðum sem landeigendur eru hvattir til að skoða möguleika skógræktar. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi vegna skógræktar að Hvarfi. Í framkvæmdaleyfinu skal þess gætt að 15 metra fjarlægð verði haldið frá skráðum forminjum og ekki plantað í vistkerfi sem hefur hátt verndargildi í samræmi við umsókn náttúruverndarnefndar Þingeyinga. Síðan framhald á máli Skógar í Hnossgördal, beiðnum breytingu á aðalskipulagi og viðskipulagi. Þarna þetta sem sagt það sem inn í kynning á vinnslustigi á hvaða leið þetta mál Þarna búið að kynna þetta íbúum og hagsmunaaðilum með opnu húsi og athugasemdir bárust frá Norðurorku varðandi hvað er um lagnaleiðir.
Þetta felur í sér að skilgreina frístundabyggð vestan, að frístundabyggð vestan Illugastaða er breytt íbúðabyggð og byggingarheimildir rýmkaðar. Og niðurstaðan er að skipulagsnefnd leggur til sveitarstjórn og fallist verður á tillögur að breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar og deiliskipulagi Skóga. Nefndin leggur til sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að leita álit Skipulagsstofnunar áður en tillögurnar verði kynntar íbúum og hagsmunaaðilum í samræmi við 30. og 41. grein skipulagslaga. Svo kemur þetta skemmtileg mál sem er einbúðavirkjun. Þarna kemur inn erindi á nýju beini frá Hilmari Aflófssyni heimild til breytingar á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar og beini heimild til deiliskipulagsgerðar vegna vatnsaflsvirkjunar við einbúa í Skjálfandafljóti. Áður hefur verið unnin og kynnt íbúum og hagsmunaaðilum umhverfismat skýrslu og skipulagslýsing. Erindi var síðasta fundi skipulagsnefndar 10. desember 2020. Þetta er þannig mál og þetta skarast á við gildandi aðalskipulag og þetta er mjög umfangsmikið. Niðurstaða skipulagsnefndar er að skipulagsnefnd vísar í bókun sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 9. desember 2021 þar sem erindinu er vísað til heildarendurskoðunar á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 sem nú stendur yfir. Hótel Laxá, breyting á deiliskipulagi erindi frá Eiríki Vinni Pálssyni fyrir hönd fasteignafélagsins Hótel Laxá heimild til breytingar á deiliskipulagi. Breytingi felur í sér stækkun á byggingarrétt og heimild til uppsetningar stakra gisteininga allt að 50 fermetrar á stærð. Einnig felur breytingin í sér heimild til byggingar 10% grunnflatar á 3. hæð og hámarks heildarhæð byggingar fer þá úr 7 metrum í 10,5 metr. Þarna er að ræða breytingu sem samræmist ekki aðalskipulagi, þar að segja hækkunin. Það er einungis heimild til 2 hæða húsa samkvæmt aðalskipulagi. Smáhýsi gistinga og samkvæmt umræðum á fundinum einhvers konar norðurljósa gisting en þetta er mjög óskýrt í gögnum og skilmálar í deiliskipulagstillögunni eru fyrir það fyrsta ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag varðandi form og samræmt útlit húsa og eru mjög opnir skilmálar. En í viðleitni sinni við að hamla ekki nýsköpun og þróun þá telur nefndin rétt að fá betri úthlustun á áformum til að geta tekið afstöðu. Niðurstaðan er því að skipulagsnefnd telur meðfylgjandi gögn ekki fullnægjandi og að áformum 3 hæða byggingu samræmist ekki ákvæðum í gildandi aðalskipulagi. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins og felur skipulagsfulltrúa að óska frekari gagna. Með þessu vildum við gefa framkvæmdaraðila tækifæri á að kynna þetta betur. Næst er tekin fyrir stofnun lóðar á landi Bjarkar, erindi frá Elínu Kristjánsdóttur, Þórhalli Kristjánssyni, Jóhanni Kristjánssyni og Hermanni Kristjánssyni, þar sem sótt er stofnun lóðar á landi Bjarkar. Það er að ræða svæði sem er deiliskipulagt og skipulagsnefnd tekur jákvætt í erindið og heimilar umsækjanda að leggja fram breytingu á deiliskipulagi í samræmi þar myndi líka markmið og notkunin koma fram. Þar sem niðurstaðan er skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins og felur skipulagsfulltrúa að vinna að breytingu á deiliskipulagi og 1 í samráði við landeigendur. Síðan er tekin fyrir beiðni umsóknar vegna lagningu jarðstrengs frá Skipulagsstofnun. Það er tekið fyrir erindi dagsett 3. ágúst 2022 frá Skipulagsstofnun vegna beiðni umsögn við áform lagningu 7,8 km jarðstrengs frá tengivirkju í Þeistareykjavirkjun að mastri 172 í Kópaskirslínu. Og skipulagsnefnd hefur yfirfarið gögn framkvæmdaraðila og telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Skipulagsnefnd metur framkvæmdina ekki háða lögum nr. 111 frá 2021 umhverfismat framkvæmda og áætlana og leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að veita umsögn framkvæmdina og hvort sé háð mat hjá umhverfisáhrifum. Þá held ég að þetta sé bara talið, þessi dorra. Spurði hvort ég vil ekki. Spurði ég eitthvað til þetta? Takk fyrir þetta Knútur. Orðið er laust.
þessa fundargerð skipulagsnefndar. Helgi, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir yfirferðina, Knútur, þetta var helviti vel gert. Afsakið. Ég er að velta fyrir mér, ég satt nú þennan fund og það er alveg ljóst að umfang skipulagsmála í þessu sveitarfélagi verður talsvert. Það held ég að hafi blasað við og þannig gengur vinna þessar nefndar vel og hún býr svo vel að vera með 2 mjög öfluga starfsmenn sem hafa undirbúið þetta nokkuð vel og mér langar hins vegar að spyrja í sambandi við eitt liðin almennt stefnu sveitarstjórnar sem hefur kannski ekki fengið mikla umræðu en nú satt gildandi skipulag beggja sveitarfélaga sem hafa sameinuðust gildir út þetta ár og það í vinna í gangi við heildarskipulag sveitarfélagsins og vinnslutillaga í mótun. Nú veit ég að þið fóruð Bárðardalinn og skoðuðu meðal annars þessa virkjunarkosti og þannig verið að vísa í einn þeirra það að segja einbúavirkjun. Og ég er að velta fyrir mér bara hvort þið hafið tekið afstöðu til þess, því að við þurfum að afgreiða eitthvað af þessum liðum. Reyndar sjálfsagt ekki þá sem er frestað og þá sem eru lagðið fram, en ég velti fyrir mér svona sýninni á þessi stærri skipulagsmál, hvort að þið séu almennt opið fyrir því að fara að breyta því skipulagi sem er í gildi eða hvort að það sé rétt nálgun hjá skipulagsnefnd eins og við vorum sammála á þessum fundi að vísa þessum stærri málum til heildar endurskoðunar. Knútur, vilt þú kannski? Við erum varðandi, þetta náttúrulega gríðarlega mikil mál hann í Bárðardal sem við fórum að skoðum. Það var mjög gaman að fara og sjá þetta svona fyrir sér. Svo tökum dæmi með einbúavirkjun, þetta náttúrulega sérstakt fyrirbæri. Á annan hátt önnur hugsun heldur kannski lónavirkjun og því slíkt. Þetta þótti okkur nauðsynlegt að gera til að fara að skoða þetta og spjalla við fólk um þetta mál. En nei, það er ekki farið fram, þetta er partur af einhverju umræðu sem við erum að taka. Og það er tilfullt af gögnum frá íbúafundum meðal annars Bárðardal. Það sem meðal annars kemur fram að íbúar eru opnir fyrir virkjanakostum sem heila ekki í sér mikið rask, en svo náttúrulega er þessi stefna aðalskipulags sem að Skjálfandafljót skuli ekki virkjað og þannig bara margir bútar eins og í þessu sem að þekkir ekki nógu vel. Þannig virðist vera búið að vinna fullt að vinnu í einhverju samtali við fyrir sveitarstjórn og svo kemur einhver stefna, en það er alveg rétt að vísa þeim málum til endurskoðunar aðalskipulags sem að eru klárlega ekki í takt við ríkjandi landnotkun og ekki heimild til að beita grendar kynningarákvæðum en þessi vinna samt engu að síður, það þarf að taka þetta mjög grundigt og fara vel yfir þetta allt saman í þessum fasa sem við erum að fara í sem er þessi endurskipulagning aðalskipulags. En við höfum ekki tekið fyrir sem á E-listinn eða eitthvað svoleiðis einhverjar ákvarðanir varðandi einstök mál. Við höfum verið í þessum kynningarfasa fyrst og fremst. Þetta er svitt. Gjör svo ekki. Það er bara aðeins til nánari skýringar af því að það verður mikið umfang á þessum málum og það séu kannski að vísi þetta er eitt og þetta er stórt og heilmikið mál fyrir okkur sem við höfum ekki komið þessu áður að átta okkur á því. En ég er að velta fyrir mig bara leiðbeiningum fyrir starfsmenn sveitarfélagsins þegar að koma inn mál með þá stöðu sem við erum í núna með í rauninni nýtt aðalskipulag bara í pípunum og það er aðkallandi verkefni að koma því áfram og klára það í vetur. Ég er einfaldlega að velta fyrir mér hvort þið hefur tekið umræðuna að hvort að þið munið heimila eða sjá fyrir ykkur að heimila breytingar á gildandi skipulagi eða hvort að starfsmenni geti fengið skilaboð vegna þess að það sé til endurskoðunar og þau séu skipulagsáform sem að krefjast aðalskipulagsbreytingar einfaldlega farið þau bara inn í þá vinnu. Það myndi líka gera störf nefndarinnar miklu skilvirkari ef að sú lína væri alveg skýr. Varðandi þetta hins vegar við erum komin í þann tímafasa að breyting á aðalskipulagi ávinningurinn tímalega fyrir framkvæmdaraðilann að því gefnu að við klárum þessa endurskoðun á næstu mánuðum og ávinningur tímalega engin. Það er á þessum tímapunkti í ferli í þessum stuttu tími að endurskoðun þá er henni rétt að vísa þessu öllu saman þangað sem ekki hefðbundið og sem ekki hægt að grenndarkynna 7 langlokum eða sem eins og ég nefndi á hann.
Fleiri sem vilja taka til máls? Og þá göngum við til atkvæðum. Hver? Sko, í fundargerðinni eru nokkrir liðir sem vísa til sveitarstjórnar. Ég sendi ykkur bara rétt fyrir fundin tillögur að bókunum við hvern þeirra liða. En þið sjáum það bókun undir fyrsta liðnum, en það hér bara undir öðrum liðnum bara skipulagsnefndar lagt fram til kynningar. Ég reyndi að reka mig á að þetta virðist vera í annarri röð heldur en þú last það upp, Knútur. Ég veit ekki hver er skýringin á því. En við hvert mál sem sagt í raun og veru afgreiðsla sem að þarf að bera við þau mál sem ekki bara kynnt þarf að bera undir atkvæði. Þannig að ef við getum bara farið í gegnum þau eins og þau eru þá hérna eins og þau eru á skjánum eða hvað? Ég ætla að Já, bara fínt, við þurfum að klára þetta svona. Ég er með eina vangaveltu sem að tengist líka störfum þessara nefndar og í framhaldi hvað á erindin á sveitarstjórnarfundi og tengist því sem var rætt á þessum fundi sem eru erindisstörf nefndarinnar og svo samþykktir sveitarfélagsins að ég held, og þú leiðréttir mig Knútur eða ósammála, að ansi margt sem að var inn á þessum fundi gæti fyllilega verið heimilt starfsmönnum að klára. Já. Til dæmis breytingar á nöfnum á lóðum innan annað sem nokkuð einfalt. Svo hitt næsta stig að hvaða heimildir nefndin sem slík á að hafa, þannig að við þurfum ekki að leita samþykkis sveitarstjórnar, þannig að auka afgreiðsluhraðan og skilvirknina. Og svo þetta þriðja hvaða mál eiga undir öllum kringumstæðum að koma hérinn sem þá það sem að þú ert að vísi við þurfum að pikka út og samþykkja formulega. Bara til umhugsunar í vinnunni og framöndan. Fyrir það, Rói. Þetta alveg rétt, það þarf að virkja í raun og veru heimildirnar sem eru í núna samþykktum, nýjum samþykktum. Í skipulagsmálum eru þau þær sömu og voru í fyrri samþykkt, en við þurfum bara að fara yfir það hvað þær þýða og hvað þær geta einfalda fyrir okkur. Eins og mun fundargerðin alltaf vera lögð fram og þá þeir liðir sem kynntir sem er ekki þörf á að afgreiða. Eitt innskoti viðbót bara inn í umræðuna. Það er alltaf gott að lengja fundir sem að blasi við að verði stuttir. Þeir vilja gjarna verða þeir allra lengstu en bara innskoti það og þeir bent okkur á það starfsfólkið og það kemur ekki óvart að þeir sameinast við sveitarfélög sem eru með yfirgripsmikil skipulagsmál. Og þetta eru 2 til 3 klukkustunda fundir beggja vegna. Við vorum aðeins að ræða fundatímana, að öllum líkindum eru þetta býsna þungir fundir, það blasir bara við. Þetta eru mörg mál á þessum og þau eru bara rétt að komast á stað. Það velti fyrir mér því sem ég var að nefna áðan í sambandi við að einfalda þessi mál og eins að væri nokkuð skýra línur það hvaða meðferð vinnslan á nýja aðalskipulaginu ætti að fá. Maður sér fyrir sér á að setja það inn í þessa nefnd líka, hvernig umfangi á þessu verður, eða hvort ástæða til að svo vinna fari út fyrir hana, eða þetta eru punktar inn í umræðanum vinnuskipulagi framöndan og erindisbréfið að hugsa eins umfang þessara skipulagsverkefna og skipulagsmála verður gífurlegt. Og líka til umhugsunar bara varðandi afkastagetu skrifstofunar og álagið á starfsfólki okkar. Það held ég farin að hætta þessu þaðri. Þessu tengt þá umræðan og það í boði námskeið eða kynningarbæði frá alltaf og eins refla með og fleiri fyrir fólk í skipulagsnefndum. En akkurat eins og segir þessi strömlínu hugsun það, maður hefði viljað sjá einhverja ferla, maður sér alltaf fyrir sér þegar kúlan dettur niður í einhvern farveg ef að málið svona þá þessi flokkun, það væri mjög gaman að sjá hann einhvern veginn komast svolítið skýra og þannig að allir sæja hana. Ef að málið svona þá fer það þessa leiðina, en auðvitað með sem fullnaðar heimildir þá alltaf einhverjir kærufrestar eitthvað út sem getur svo filterað út það sem veldur
vandræðum. En klárlega, það var gott að besta þetta. Þessu vel, Jón Hrói. Og veit að umfangið mikið á skipulagsmálum, einhvað síður þá finnst mér svona skipulagsnefnd sá vettvangur sem að mér finnst svona eðlilegur fyrir einmitt tillöguna eða stefnumótun. Ég hef lagt það til við skipulagsfulltrúa að það sé haldnir sérstakir fundir aðalskipulag og svo aðrir önnur málefni til þess að gefa bara færi á góðri umræðu stefnumótunina. En það vissulega mikið umfang á vinnunni og það kæmi alveg til álita þó mér finnst það kannski veikja hlutverk skipulagsnefndarinnar aðeins að skipa sérstakann vinnuhóp eða nefnd aðalskipulag. En eins og ég segi, mér finnst skipulagsnefndin vera rétt í vettvangunum fyrir það. En það er náttúrulega erfitt að sinna því samhliða öllu. Svo vona ég nú, við erum nú að halda núna fundi svolítið eftir sumarleyfi og það hefur liðið svolítið langt að milli funda. Þannig að vonandi minnkar þetta álag aðeins þegar við erum komin í rútínuna. En nú þekki ég ekki hversu oft fólk að senda skipulagsnefndinni erindi á þessu víðfeðma svæði. Vonandi. Það er kannski að lokum. Það var þetta, þó að Einar formaður sé fjarri góða gamni akkurat núna, þá var í pípunum að kalla eftir svona fundi aðalskipulagið akkurat og kortlagningu á þessum. Þetta er nú kannski aðalskipulagið í grunninn er mjög hefðbundið og gott plagg, en þarna eru bara ákveðin mál sem þarf að taka afstöðu til. Við vorum velta fyrir okkur að taka eitt svona fyrsti fundur aðalskipulagið í rauninni bara kortlagning á því, sem maður getur farið með það út í landið og tekið einhver afstöðu þar. En þessi Einar hefur verið aðeins tilkynningasaður og sökum og sem vonandi ganga var vel og þetta er svona eitt af því sem mun að báða til. Má ég bera upp bókanirna þá? Það var mjög bætt og þú vildi bera þær upp. Þá er það sem sagt fyrsta máli sem þarfnast afgreiðslu er þá rannsóknarborholu í Þeistaríki. Þar samþykkti skipulagsnefnd ekki fyrir að Læknaleið og sveitarstjórn samþykkti, það var svona tillaga á bókun, sveitarstjórn samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að gefa framkvæmdaleyfi samkvæmt reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með því skilyrði að rafstrengur verði lagður í áður raskað svæði eða á mannvirkjabelti. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það er samhljóðan. Næstir erindisbréfið þarf ekki að bera undir atkvæði. Efnistakan í Garði þar hafa bæst við, það kemur fram í samtali mínu við skipulagsfulltrúa í morgun. Það hafa borist umsagnir þessa tillögu og meðal þeirra umsagna sem borist hafa eru umsagnir sem bregðast þar við. Þannig að ég legg til að bókunum verði meðal þeirra umsagnir sem borist hafa tillöguna eru umsagnir sem bregðast þar við. Sveitarstjórn samþykkir að vísa afgreiðslu málsins aftur til skipulagsnefndar samanber bókunsnefndarinnar og öðrum hlutum. Samþykkt þessa tillögu. Eða vill einhver tjá sig það því þetta er nú svona. Þetta er það. Ég nú þekki þetta ekki hvað það er sem að allir vísa til, hins vegar eru framkvæmdir sem eru fyrirhugaðar
bundnar því að þetta mál verði klárað, þannig að það er bagalegt að þetta tefjist mál í þessu ljósi. Þannig að það er spurning að hvort það verið falið að skoða hvort að málið sé þannig vaxið að hugsanlega að afgreiða þá næsta fundi sveitarstjórnar eða skoða hvort það krefjist umfjöllunar skipulagsnefndar endilega að nýju. Það er bara taka málið fyrir aftur að nýju á Næsta fundi. Þeir sem geta samþykkt þetta. Dagsins. Það byrja að 14. ekki. Ekki 10. Það er ekki verið að löga það í 10. Það er hvarf umsókn skógrækt. Sveitarstjórn telur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna skógræktar hvarfi. Í framkvæmdaleyfum skal þess gætt að 15 metra fjarlægð verði haldið frá skráðum fornminjum og ekki plantað í vistkerfi sem hefur haft verndargildi í samræmi við umsókn náttúruverndar Þingeyinga. Getið þið samþykkt þessa breytingu? Já. Bókun? Samþykkt. Skógar Fnjóskadal. Sveitarstjórn samþykkir tillögur að breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 og deiliskipulagi skóga í Fnjóskadal verði auglýst í samræmi við 31. og 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að senda tillöguna að breytingu á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2010-2022 varðandi skóga til skipulagsstofnunar til athugunar í samræmi við 3. málsgrein 3. grein skipulagslaga 2010. Þeir geta samþykkt. Samhljóða. Einbúavirkjun er bara kynnt. Hótel Laxá er bara kynnt. Stofnun lóðar og landi Bjarkar er kynnt. Umsögn vegna jarðstrengs. Sveitarstjórn telur skipulagsfulltrúa að veita umsögn lagningu 7,8 km jarðstrengs frá tengivirki við Þeistareykjavirkjun að mastri nr. 172 í Kópaskérslínu 1 og gefa álit á því hvort hún sé háð mati á umhverfisáhrifum fyrir hennar hönd. Getið þið samþykkt þessa? Umsókn byggingarleyfa á Öndólfsstöðum sem er kynnt. Nýbá umsókn byggingar. Heimild kynnt. Umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar kynnt. Sílalæk. Sveitarstjórn samþykkir þær breytingar af nöfnum lóða sem sótt er það er að Sílaleikur land verði Lækjarhús, á lóð nr. 172846 Sílaleikur lóð verði Lækjarsel, lóð 179592 Sílaleikur lóð verði Lækjarbakki og lóð 219682 Sílaleikur lóð verði lóð 4 verði Lækjarós. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að annast málsmeðferð vegna breytinganna eins og mælti fyrir í lögum og reglugerðum. Bara ræða þetta, það sem þau samþykkja það, við erum búin að samþykkja allar þessar bókanir áður og við tókum í skipulagsnefndar en ég velti fyrir mér sko, þetta er það sem ég var að vísi á það með dæmi mál sem ætti kannski ekki erindi alveg upp í topp sko. Regnum að þið viljið skipta. Við minnir að samþykktirnar gefi fullnaðar heimild til að klára það. Ég held að þetta sé bara spurningum að verklagið, við náðum tilengum okkur verklagið. Ok, þá er það Stöng og Heiðmörk lóðastofnanir, það er sama sveitarstjórn. Þetta er samþykkja ekki? Já.
með samhljóða. Ég var að fá samhljóða, já. Sækir það. Það sama í Heiðmörk, sveitarstjórn samþykkir stofnun lóða útihús og íbúðar og stöng 2 á Heiðmörk verði í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Fyrir byggingarfulltrúa annars málsmeðferð vegna þeirra eins og mælti fyrir í lögum og reglugerðum. Samþykkt þessa bókun. Samhljóða. Það var umsókn byggingarleyfi Arnarstapa sem kynnt, fundardagatalið var kynnt, Bjarnarflag var kynnt. Og ég aðeins, Ég svo. ég var að nefna bara í sambandi við fundardagatal, nú þessi nefnd búin að fjalla þetta og satt að æskilu framkvæmdur þess að Knútur var inn á hann og hún fundið svo allt í vikunni þessi sveita sem fundar ekki en að gefist tími fyrir starfsmenn til þess að koma málunum hérna inn. Ég held að sé aðkallandi að koma saman heildstætt dagatali fyrir allar nefndir þannig að þessi fyrirsjáanleiki í því hvenær það funda fyrir fólk að koma inn með mál og eins fyrir nefndamenn að vita til hvers ætlast og hvenær. Takk fyrir þetta. Var það búið að afgreiða fundargerð skipulagsnefndar? Ætlar ekki að koma aftur á fund. Já, þú vilt koma aftur á fund. Og sendaði bókun sem að þessu undir svona klippanum. Nú, dagskráin þá tæmd og ég vil bara þakka ykkur fyrir orkuna, fyrir fundin í dag. Ég segi fundi slitið. Takk.